Jólaleg jól eftir Sigrúnu Eldjárn. Þarna kemur Kuggur hlaupandi á harðaspretti með jólagjafir í fanginu. Þetta eru gjafir handa Málfríði og mömmunar. Hann er ægilega glaður og fullur tilhlökkunar. Jólin eru alveg að koma. Hann er búinn að taka til í herberginu sínu, ryksuga og skúra gólfið og skreyta jólatréð. Pabbi hans og mamma eru að elda jólamatinn og húsið ilmar dásamlega. Kuggur litast hjá Málfríði og mömmunar. Hvað? Það er bara ekkert jólalegt hérna hjá ykkur. Eru þið ekki neitt byrjaðir að undirbúa jólin? Þau eru alveg að koma. Ha? Hvað segirðu? Eru jólin að koma? Aftur? Mér finnst þau vera alveg nýbúin, segir mamma Málfríðar steinhissa og lítur á klukkuna. Nú, við verðum þá líklega að hafa hraðan á. Já, en það er orðið allt of seint. Það er búið að loka öllum búðunum. Þið getið ekki keypt neitt, bendir Kuggur á. Þá tekur Málfríður pappakassa út úr skáp. Hún hvolfir allskyns dóti og drasli úr honum á eldhúsborðið. Það lítur að vera hægt að búa til einhverjar jólagjafir úr þessu, segir hún ánægð. Kuggur horfir vantrúaður á draslið og er alls ekki vissum að svo sé. En jólatré, spyr hann svo. Ykkur vantar jólatré. Kuggur minn, segir Málfríður ströng á svipinn. Hvernig heldur þú að landið verði ef allir fá sér jólatré á hverjum einustu jólum? Það verður algjörlega nauðasköllótt. Nei, við mæðgur ætlum að hlífa gróðrinum þessi jól. Ég er búin að ákveða. Ég ætla bara að skreyta hana mömmu í staðinn. En hvernig getur hún þá labbað og borðað og farið á klóið og gert allt sem að maður þarf að gera ef hún er öll út úr jólaskreyti? Það verður sko ekkert mál fyrir hana. Hún er svo ofboðslega dugleg, hún mamma. Málfríður og mammenar hella sér nú af fullum krafti í jólaundirbúningin. Mamma Málfríðar finnur 3 kótilettur, 7 fiskibollur og 11 gulrætur í ísskápnum. Dásamlegt efni í jólamat, segir hún hrifin. Hún raðar fiskibollunum kringum kótiletturnar og stingur gulrótunum allstaðar inn á milli. Síðan kveikir hún á ofninum. Það er líka til margar dósir af grænum baunum, svo það ætti ekki að skorta hætishót á jólastemninguna á þessum bæ. Svo stillir mamma Málfríðar sér upp gleiðfætt og með handleggina út í loftið. Málfríður hefst handa við að skreyta hana og Kuggur fær að hjálpa til. Þau hengja á hana jólapoka, stjörnur og kúlur. Mömmu Málfríðar kýtlar svo mikið að hún á erfitt með að standa kyrr. Vertu nú stillt, mamma mín, segir Málfríður. Ekki vera svona mikið á yfi. Skrautið dettur bara af þér jafn óðum ef þú ert ekki kyrr. Þegar þau eru búin að skreyta, virðir Málfríður verkið fyrir sér með velþóknun. Þú ert ótrúlega fögur, mamma, segir hún hrifin og klappar saman lófunum. Feguri en nokkurt bartré. Þakka þér fyrir, dóttir góð, en ég vissi það nú vel, svarar mammenar og leið klingir í lítilli bjöllu sem hangir í nefinu á henni. Á meðan mamma Málfríðar stendur fagulega skreytt og hreyfingarlaus í stofunni, tekur Málfríður til við jólagjafagerðina. Hún gramsar í dótinu á borðinu og dregur ýmislegt nýtilegt út úr hrúgunni. Hún klippir út og skrúfar sundur, límir saman og saumar einbeitt á svip. Kuggur horfir hissa á það sem hún býr til. Hvað á þetta eiginlega að vera? Áræðir hann loks að spyrja. Nú, jólagjafir auðvitað. Sérðu það ekki, drengur? Jú, en hvernig jólagjafir eru þetta? Nú bara jólagjafir, ósköp venjulega jólagjafir. Svo lítur hún snöggt á hann. En, heyrðu, bíddu nú við. Þú mátt ekki sjá það sem ég er að gera, því að eina gjöfunum er nefnilega handa þér. Allt í einu er dyrabjöllunni hringt og Málfríður snarast fram til að opna útidyrnar. Kuggur gægist fram og sér að fyrir utan standa karl og kona.
Góða kvöldið, segir maðurinn kurteislega, nokkuð hægt að fá gistingu hér í nótt. Það virðist nefnilega hvergi vera pláss í gistihúsunum, bætir konan svo við. Já, auðvitað, gjörið svo vel, segir Málfríður hressilega. Hér alltaf nóg pláss. Gangiði bara í bæinn og sýniði af ykkur kæti. Hjónin koma inn fyrir og klæða sig úr yfirhöfnunum. Kuggur tekur eftir því að konan með stóra bumbu. Það lítur að vera barn inn í henni. Við erum að jóla og fullu, segir Málfríður. Jólagjafirnar að verða tilbúnar og skrautið allt komið á sinn stað. Karlinn og konan fá að búa sig í svefnherbergi Málfríðar. Þau hafa komið langa leið og þau þurfa að hvíla sig. Málfríður flýtir sér að ljúka við jólagjafirnar. Mammenar staulast fram í eldhús með allt jólaskrautið dinglandi á sér. Hún stingur matnum inn í ofnin. En svo eigið þið alveg eftir að taka til og ryksuga, segir Kuggur og litast Það má ekki allt vera rykugt hjá mann á jólunum. Já, þú heldur það, Kuggur, svarar Málfríður. En þetta öðruvísi hér hjá okkur. Þetta ryk sem þú sért hérna, þetta svokallað jólaryk. Það tandurhreint og fínt og það á að vera. Klukkan tifar og nú þarf Kuggur að drífa sig heim. Hann nær í úlpuna sína og fer að klæða sig í hana. Þá heyrist allt í einu barnsgrátur innan úr herbergi Málfríðar. Kuggur, Málfríður og mammenar líta undrandi hvert á annað. Þegar þau gæjast inn í herbergið sjá þau að konan hefur fætt lítið fallegt barn sem hún heldur nú á í fanginu. En hvað það orðið jólalegt hjá Málfríði og mömmennar, hugsar Kuggur glaður leið og hann leggur af stað heim til pappa og mömmu. Hann hefur ekki gengið langt þegar hann mætir 3 mönnum. Þeir halda allir á jólagjöfum og kinka kolli til hans leið og þeir ganga framhjá. Kuggur stansar og horfir á eftir þeim. Hann sér að þeir hringja dyrabjöllunni hjá Málfríði og mömmennar og hverfa svo inn í húsið. Hátt uppi á himninum fyrir ofan húsið skín tindrandi stjarna. Kuggur heldur áfram heim til sín. Hann í jólaskapi.